Upplifun líf sitt þegar þeir þurftu að grafa sig í snjóhengju í glórulausu veðri. Í lítilli holu lágu þeir hver annan þveran, blautir, þyrstir, svangir og skjálfandi í 20 stiga frosti í 1200 metra hæð. Það fallegur sunnudagur í mars og þið eru á landsæfingu 20 Dalvíkingar þar af 8 á vélsleðum. 20 stiga frost og þetta búið að ganga mjög vel og fallegt á hálendinu okkar og þið eru svo að halda heim og leið til Dalvíkur. Og hvað gerist? Já, þetta var búið að vera mjög góð helgi. Geggjað veður, sól og blíða, kalt eins og segir. Svo ákveðum við að breyta þessum ferðaáætlun við fórum heim. Fara aðeins fallegri leið af því að veðrið var mjög gott. En vissulega vissum við að það var vond spá seint kvöldið. Og svo bara kom veðrið bara fyrir en við áætluðum og við vorum við skálanum Bergland og vorum bara að taka stöðuna og skoða kort. Og þá tók við eftir að það var orðið mjög dökkt í suður og ferðalagið heim áttur bara að taka innan við 2,5 tíma. Já. Og veðrið kom örugglega einhverjum 10 tími fyrir heldur en að spáin var sko. En þarna svona á einhverjum 15 mínútum þá breytist veðrið bara úr svona fínu ágætu veðri í glórulaust. Sól og blíða, svo bara 15 mínútur þá var bara glórulaust veður. Og hvað gerist þá? Þá lemdum við í því þegar við erum að reyna að koma okkur áfram að við förum ofan í svona þverdal sem var mjög brattur og 2 af sleðunum sem voru með björgunarsleðunum voru mjög þungir og það var mjög erfitt að koma þeim upp aftur. Ég held að vera góða 2 klukktíma og það þeir sem voru þeim svona bara sprengdu sig á því. Já, þetta tefur ykkur. Það tefur, já, alltaf mikið. Og hvernig ástandið þarna? Þarna vorum við bara svona pínu smekir hvað var að gerast og svona áttum okkur ekki alveg að því hvernig við kemum okkur út úr þessu. Þannig að svo þegar við vorum komnir upp á öxlina og ákveðum að reyna að halda áfram að fara norður af því okkur grunaði að það væri kannski ekki komið vond veður þar. En svo var ekki. Þannig að fljótlega fóru bara sleðina að frjósa fastir. Beltin á þeim frusu föst við meiðana og þeir bara stoppuðu. Þá þurftum við að lyfta þeim upp og berja þeim niður til þess að reyna að losa belti frá og endanum bara gátu ekki gert það meira, þeir bara voru pikkfastir þannig við vorum að tvímenn á sleðum og svo kom bara að því að það var ekkert hægt að keyra þannig að veðrið var svo slemmt þannig að þá þurftum við að stoppa. Það var svona spes moment sem áttum okkur á því í hvað við vorum komnir. Þið eru þarna uppi í 1250 metra hæð og 20 stiga frost. Já, mjög hvasst, þannig að frostið var alveg gríðarlegt. Það var eiginlega bara það mesta frost sem ég hef lent í. Maður svona hálfpartinn, þegar maður var blautur og kaldur, þá svona maður hálfpartinn meiddi sig í beinunum að hafa það kalt, skilur. Þannig að þetta náði svo djúpt inn og var svona skyttið. Hvað þá til ráða? Þetta var náttúrulega alltaf pínu strembið af því að náttúrulega einn af okkur, Gunnar bróðir minn, hann náttúrulega var á stungasleðinu sem við mistum hana niður, hann var gersamlega búinn eftir það og hefði verið veikur vikan áður en fórum upp á hálendið, þannig að hann var að slá aftur niður. Þannig hann rauninu bara, lá fyrir og gat ekki gert neitt, þannig að við settum svona 2 sleða í svona ör til þess að reyna að skýla okkur. Og hann var svona meira minna bara dottinn út á tímabili, svaraði ekki neinu og svaraði bara í já eða nei og ekkert annað og fljótlega upp því þá fórum við og brutum sæti á snjóslum til að geta sett undir hann til einangran frá jörðinni. Það svona kannski skánaði ekki mikið við það en samt aðeins þannig að maður var svona skíthræddur hann en vissulega veitti mér líka
pínustyrk og hérna, já, passa upp á bróðirinn. En nú vill maður kalla á hjálp og þið hafðu skilið eftir talstöðar. Fjarskipti sem við vorum með voru straumlaus, þess vegna skildum við eftir rafhlöðuna, bara þoldi ekki kuldann og bara búnar. En við vorum með NMT síma sem voru aðal síman þessum tíma. Og hérna ákveðnum tímapunkti ákveðið að fara eins og óvart til að reyna að komast inn í einhvern geisla eða eitthvað, að reyna að hringja heim. Þannig að við fórum 3 skríðandi upp fjallið, það var náttúrulega snarbrjálað. Maður gat valla og maður gat eiginlega ekkert staðið, maður bara fauk. Og svo þegar við vorum komnir upp þá, já, það sá ég fljótlega að það var raun og ekkert samband. Það var bara 1 strik á símanum sem raun og segja manni að það ekkert samband, en auðvitað reyndum að hringja í neyðarlínuna. Ég reyndum ekki heim, konuna, foreldrana, björgunarsveitarhúsið, en það var ekkert samband. Þannig að það var pínu skellur. Hvað gerist næst? Áttuðu ykkur á því að þetta gengi ekki og við verðum að reyna að finna einhver stað til þess að koma ykkur inn í snjóhús. Það var reyndar ekki mikið þá þannig þegar snjórinn var svo grjótharður við barinn. En við fundum stað og vorum með einarskóflu og nokkrar ísaxir og byrjuðum að móka, eða höggva og móka mjög fljótlega upp úr þessu. Þannig að við sáum bara að þetta gengi ekki. Ef við hefum ekki gert það þá hefði einhver okkur bara dreipist þannig mjög fljótlega, sko. En þið byrjuðu að höggva ykkur inn í ísinn og eru þið svona meira að minna því eða örfáir frá 10 kvöldi til 7 á morgni? Já, þetta tók held ég maður rétt 8 klukktíma, eitthvað svoleiðis. Og hvernig er Gunnar á meðan? Hann var ekki góður, sko, hann var eiginlega bara mjög svipaður, sko. En náttúrulega bara, já, það snjóaði meira og meira yfir hann bara, við höfðum að þannig, sko. Hann tók hann náttúrulega frá hjólum mínum, yfir súrefni. En hérna, já, þetta var helvítis baksa að móka snjóhúsið. Sérstaklega að móka snjóhús með snjósleðahjálmi á og svoleiðis stótt ekki auðvelt. Og það var reyndar ekki tátt heldur, það voru einhverjir 50 cm á hæð snjóhúsið, sko. 50 cm? Já, 50-60 cm. Og komust þið allir inn? Já, á endanum gerðum við það. Og hvernig leit það út? Það var ekki smekklegt. Við erum bara svona lágum næstu hver og öðrum, sko. Já, það er þarna seinni part þennan sunnudag að þá hringir björgunarsveitar formaðurinn á Dalvík í mig og fer að segja mér að sínir menn hafi ekki skilað sér niður. En það hafði verið fjöldi björgunarsveitarmanna upp á hálendi þennan fallega en ískalda sunnudag, sko. Ég og mínir ferðafélagar höfum verið þarna uppi líka og voru komnir reyndar heim en komnir á sleða inn á Glerárdal sem er þarna inn af Akureyri og svona í áttina að þessum stað sem að óveðrið skall síðan á. En það er ákveðið að senda björgunarsveitarmenn á sleðum þessa leið sem að Dalvíkingarnir ætluðu að koma úr Þormóðsstað niður Þormóðsstaðadalinn. Og það er svona ákveðið að fara að skoða þessar leiðir sem þeir ætluðu að fara og mögulega gætu að farið og síðan að renna í alla þessar skála sem voru þarna til að kanna hvort það væru upplýsingar. Þannig að það er farin þarna fjöldi af stað en það var líka að vita að það væri mjög vont veður á Nýjabæjarfjalli og svona inn á Glerárdalum og í þeim fjöllum. Það var farið að hvessa verulega, sko. Þannig þeir eru svangir, þyrstir, blautir, kaldir og það sem er verst, það veit enginn af ykkur. Já, við erum týndir björgunarsveitarmenn. Það var svona, já, það fekk á mann. Auðvitað erum við mennskir og gerum mistök og getum lent í svona hlutum en það var samt skellur. Og hugsaði heim? Já, mjög svo. Það var svona áttaði sig alveg á því að konan og foreldrar og fleiri, já, þeim hlýtur að hafa liðið mjög illa sem kom svo ljós eftir á þegar fórum að tala saman og svo var. Þannig að það líður þarna mánudagurinn. Hvað gerist þá? Ef ég man þetta rétt þá, þetta var nú eiginlega þannig, sko,
þegar maður var að moka snjóhúsið þá hamaðist maður svo lengi í langan tíma að maður var bara rennandi blautur, bara sem maður var nýstiginn upp úr sundlaug sko. Og þannig fyrir sjálfan mig þá gat ég rauninni ekki verið inn í snjóhúsinu út af kulda. Það var örugglega 20-25 stiga frostar inni til að byrja með sko. Þannig að við fórum nokkur út og þá kom upp svo umræða að einhver myndi reyna að labba til byggða. Og vissum faktískt hvar við vorum en þekktum reyndar ekki svæði fyrir neðan en áttum okkur á því að var sjálfur sér ekki neitt rosalega langt. Og Kristbjörn vinurinn segir ef ég fæ ekki að ganga til byggða þá drefst ég. Já, við stóðum hana 3 og vorum að ræða hvað ættum að gera og hvenær ættum að fara að stað og svona og þá kemur hann og segir ef ég fæ ekki að ganga þá dey ég. Ykkur bara svo kalt? Já, við erum kaldir, svangir og blautir og svona, já og líka svona pínu lost. Það var svona erfiðar aðstæður og já. Hræðilega erfitt andlega? Já, það var það. Og svo fyrir sjálfan mig þá var mjög erfitt að vera með bróður minn þannig í þessu ástandi og hugsa til þess að já, foreldrar og makar þeim leið pottþétt ekki vel þannig að það var svona. En svo eru þeir farnir, strákarnir, og það líður klukkutíma eftir klukkutíma. Hvað eru þið að gera og hugsa þennan tíma? Þegar þeir löbbuðu af stað þá kom svona veðurgluggi sem var þokkalegt veður, alltaf svona sást vel upp í himininn. En við erum bara 15 mínútum eftir þá skall á bara aftur snara vitlausveður. Þannig að við fórum bara, já, allir inn í snjóhúsið og vorum svona að reyna að hafa ofan af fyrir okkur. Við vorum til þess með svona mixflösku tóma, við vorum settum snjó og nýjan vorum að hrista hann og berja hann til að reyna að fá vökva. Af því við vorum búin með já, vatnið og annað var bara frosið. Og svo kannski, já, ég held að það hefði verið einhverjum 4-6 tímum eftir að þeir fóru þá svona kannski fór maður svona að hafa ágjörð. Það kom eitthvað fyrir og ég lendi í snjóflóði eða reyna bara að vera fastur einhvers staðar. Já, þá bættust við aðrar áhyggjur af félögum sínum. Þegar við komum inn í Djúpadal breyttist færið. Það var orðið meira harðfenni og svell. Við gengum áfram móðir og másandi. Þegar líða tók að hádegi vorum við búnir að sofna að minnstakosti 4 ef ekki 5 sinnum. Ég hafði ekki tölu á því, við bara gleymdum okkur í þreytunni. Þegar einhver hrökk upp, ýtti hann við hinum og við héldum áfram. Við vorum að komast niður í Eyjafjarðarsveit. Fyrst komum við auga á bæinn Litladal. Eftir dágóða stund gengum við hlaðið. Enginn var á bænum, en við vissum að þaðan var skammt yfir á næsta bæ, Stóradal. Við ákváðum að ganga þangað. Við nálguðumst kom jeppi á móti okkur. Þetta voru hjónin frá Stóradal, þau Jóhann Jónsson og Heiðrún Árnadóttir. Og það ákveðið að allavega ég fái 2 reynda ferðafélaga mína, mikla jaxla, til að fara upp yfir og fara svona kíkja á svona gil og svona einhver ákveðna hættustaði sem við kannski þekktum betur en margur. Þannig að við förum hérna upp svona undir miðnætti erum við farin á stað upp og erum bara ásamt með öðrum björgunarsveitarmönnum hérna að nóttina og það var miklu skárra veður hérna inn á miðju hálendinu. Það reyndar moksnjóaði og skafrenningur en það var ekkert í líkingu við veðrið inn á Nýbæjarfelli. Þannig að við höldum bara áfram hérna eins og aðrir inn í nóttina og hádegi held ég á mánudegi þá fáum við upplýsingar að 3 hafi komist í byggða. Og þá fengum við vita hvað leiðir höfðu ætlað sem að okkur datt nú reyndar ekki í hug að væri inn í myndinni að þeir höfðu farið sko. Það var svona dálítið langt frá en þeir komust niður og við vissum líka að það væru björgunarsveitarmenn í Skála þarna tiltölulega nálægt. Við vorum hins vegar staddir mjög austarlega og dálítið langt frá í Skála sem heitir Landakot. Og svona ætluðu nú bara að fara að huga að heimferð niður í Þormóðsstaðadalinn, það er nú örstutt þar niður til byggða en ákváðum svo að við skildum nú fara gá hvort að væri eitthvað hægt að verða liði af því að það hafði enginn komist að stað, voru eiginlega allir bara veðurtepptir.
Þannig að við prikuðum okkur hérna vestur eftir og í skálan Bergland sem svona við rætur Nýjabæjarfjalls. Og þar var komið alveg kolvillust veður. Og ekki lagaðist ástandið ykkar? Nei, hins vegar þegar að leið á nóttina þá sáum maður að til þess bróðir minn, honum leið betur af því hann var það heppinn, hann var ekki blautur. Þannig að þegar hann var komin inn í snjóhúsið og við vindinn þá leið honum betur. En það var þá öfugt með sjálfan mig, þá fór mér að, það var bara búin að því, þannig að líkamlega. Er það að sofna þess? Það var nú ekki mikið. Við vorum hérna, einhverjir sofnuðu í smástund og svo var alltaf einhverjir sem voru svona á vaktinni og ýtti í menn. Það var alltaf þannig, við vorum búin að vera ansi lengi inn í snjóhúsinu og náttúrulega klikka viður, þannig að svo þurfti maður bara að pissa. Við kunnum ekki við að pissa inn í snjóhúsinu. Þannig að ég ákvað að dröslast út, náttúrulega rennandi blautur og leið og ég kem út og stend upp og þá bara rauninni finn ég að gallinn bara frýs, bara pikkfastur, bara eins og steypa. Allir blautur? Allir blautur, já, og það var allt bara pikkfrosið, galli og innir föt og hérna. En ég næ nú að klára og að renna upp og svo þegar ég ætlaði inn í snjóhúsið þá bara fann ég það ekki. Þú fannst ekki leiðina að holunni? Ég tók 2 eða 3 skref frá því þegar ég voru að pissa en bara var það ekki þannig. Það var skrítið. En svo fannst það gerist ýmislegt. Ég man þetta sjálf mig, þá fór ég svona, fór svona einhvern veginn að rifja upp lífið og tilveruna og ég man eftir ég sagði sjálf mig ef maður kemist heill út úr þessu þá myndi maður hætta raunum öllu sem ári. Ég myndi hætta í björgunarsveitinni og slökkviliðinu og reyna svona gera eitthvað annað sem var ekki hættulegt. Það skrítið að vera í þessari aðstöðu og hugsa ef ég lifi af. Menn eru bara að horfast í augu við dauðann. Já, það var þannig tímabili hjá mér allavega sko. Og var sjálfsög búinn að svona fara gegnum það ferli svona, veistu, já. Það var sjálfsög ekki ágjörð hvernig það myndi gerast en kannski að það ágjörð að því bara hvernig það myndi hafa, hvað áhrif það myndi hafa á foreldra mína og eiginkonu og börn. Sjálfsög, já, kona mér var til þess gengin 4 mánuði með 3. barnið okkar. En það var svona, það var töff, hugsa það. Við sáum allt í einu að lögreglubíl var lagt fyrir utan húsið. Leið og ég sá bílinn hugsaði ég, nei, það á að tilkynna okkur að þeir séu dánir. Ég óð inn í stofu og reyndi að fela mig eins og barn. Lögreglumaðurinn má ekki sjá mig, ég vil ekki tala við hann. Ég fekk gríðarlegan hjartslátt, orðin þess fullviss að væri verið að færa okkur fregnir dauða strákana. Nú voru útidyrnar opnaðar. Ég heyrði rödd Felix, lögreglumanns á Dalvík. Hafið þið heyrt fréttirnar, kallaði hann. Röddin hljómaði alls ekki eins og hann væri að færa váleg tíðindi. Ég fór fram og heyrði hann segja, þeir eru fundnir. Við erum rosalega glöð, brustum í ákafann grát og föðmuðumst. Felix greindi frá því sem hann vissi. Stuttu síðar heyrðum við í útvarpinu hvað gerst hafði. 3 af strákunum voru komin til byggðina og sögðu frá því að hinir var líka heilar á húfi. Guð minn góður, þetta er búið, hugsaði ég en það var öðru nær. Þetta var rétt að byrja. Þessir ferðafélagi mínir þetta nú engin venjulegir ferðakallar sko. Það tók sig greinilega upp gamall þrái og þrjóska og við ákváðum að athuga hvort við kæmumst upp á Nýjabæjarfjalli og í þennan skála Litlakot. Og þetta svona 20 mínútur, hálftíma ekið í léttu færi á sleða en við vorum einhverja 3 klukkutíma þarna upp yfir og ætluðum reyndar aldrei að finna skálan. Þó að staðsetningartækin okkar sýndu að við værum komnir þá fundum við ekki skálan, við bara sáum hann ekki. Og fundum svo sleða og þá vissum við að við værum einhvers staðar nálægt skálanum. Og það tók okkur svona töluverða stund bara að prika okkur svona meter fyrir meter og finna skálan og þar voru þá 3 ferðafélagar okkar sem voru þar veðurtepptir.
Okkur fannst eins og það erfitt að hugsa til þess að félagar okkar sem voru þarna á fjallinu, út á Nýjabæjarfjallinu, vissu ekkert afdrif félagar sinna sem löbbuðu niður. Og þetta satt allt í okkur að þetta væri ekki góð staða fyrir þá, að það var hálfur sólarhringur síðan að þeir fóru frá þeim og þeir vissu ekkert hvort þeir hefðu komist niður úr Hraunadalum, lent í snjóflóði eða hverju sem var. Þannig að við ímynduðum okkur að þetta væri ekki góðvist. Þannig að við ákváðum að reyna, fara út, börðum upp sleðana og börðum þá í gang í alveg snarvitlausu veðri. En að því að veðrið var með þessum hætti þá var eina ráðið til að hafa sleðan í gangi var að hafa það á góðum snúning. Þannig að við vorum í raun og veru að keyra kannski allt á hratt miðað við aðstæðurnar. Við sáum ekki neitt. Þekktum þetta land reyndar þokkalega þar til maður kemur þarna út á þessa fjallatinda og skörð þar sem við vorum að fara á. Við höfðum ekki neitt feril til að fara eftir en við vissum að það væru staðsetningapunktar sem þeir væru einhvers staðar á milli en það væri ekkert að keyra beint okkar. En við náum að prikka okkur samt þarna áfram í þessu kolvillsa veðri og við förum allt í einu að sjá að við lendum upp á einhverju öxli eða einhverju þar sem að nýsnafið hafi fokið af og við sjáum sleðaför í hjarninu undir. Þannig að þá vissum við að við varum allavega réttir í leið þar sem að sleðaslóðin liggur. Þetta var bras og mikið bras. Keyrum svo fram á sleða og sjáum bara eitt sleða og sjáum náttúrulega ekkert í kringum okkur. Og vissum svo sem ekki hvort þeir væri þar eða einhverstaðar annars staðar en vissum þó að sleðarnir ætti að vera fleiri. Þannig að höldum áfram og finnum fleiri sleða, svona bara það var eins og þeim hefði verið hent út á flugvél þarna, þeir voru bara svona víð og dreif, svona að sjá hann í sortanum. Svo kemur að því hérna, að hún helviti, alltaf ekki með svona betri svona momentum í lífinu mínu allavega þegar ég heyrði snjósleðahljóð fyrir utan snjóhúsið. Förum að labba út frá sleðanum hvort við finnum eitthvað og þá sjáum við svona snjóhrúgu og reiknum við nú með að þetta var greinilega eitthvað sem var búið að moka. Það var svona einhvern veginn, áttaði maður sig á því að þetta var búið, maður vissi að það væri hjálp. Þá hefðu þeir barist til okkar, 3 jaxlar og Efri, Smári Sigurðsson stingur hausnum inn og spyrkar niður höfuðið það. Það tekur bara svona, almennt spjall og kynnir sig svo og við svona könnuðustu við hann, þannig að það voru þessum björgunarsveitarstörfi. Það verður auðvitað mikill svona feginleiki hjá mér en viðbrögðin þeirra voru greinilega mjög sterk. En ég held að þessi vist þarna ofan í þessu snjóbyrgi, það er bara ekki hægt að lýsa þessu með orðum, hvað þetta hefur verið nöturleg vistin þarna og ömurleg, En þeir ábyggilega vissi ekkert hver ég var náttúrulega, þeir stíg bara hausnum þarna niður og þeir þekktu mig náttúrulega ekki þarna í hjálmunum en einhver orðaskipti hann nú verið að ég segi til nafns og við þekktumst auðvitað allir vel. Það var ótrúlega góð tilfinning. Ég man að ég bara einhverju svona geðsræðingur rauk ég bara út og held ég, spjalla við og heyri þeim en kannski áttaði mig ekkert á því að ég var hún til lélegur, gat alla staðið og svo líka fraus galli minn aftur. Pikk fraus alveg, þannig ég átti erfiðleikum með að koma þér aftur inn í snjóhúsið. En eftir að þeir komu og komu með fullt af mat og drykkjum og kaffi og svefnbókum og annað þá bara ótrúlega stuttu tíma fóruðu því að vera vondur stað yfir að vera góðum stað, góðum gír. Veðrið fór svo að ganga niður einhverjum klukkutímum eftir við komum og björgunarmenn streymdu að og þeir hittu svo sína félaga bara í heitum snjóbíl. En lýstu þið fyrir mér svona þegar þið komið heim til fjölskyldu og vina? Það var þannig að þegar við raunum komnir niður þá fórum við með björgunarsveitabílum á sjúkrahús á Akureyri bara til skoðunar. Og þar hitti ég til konunni mína. Og það var svona
sjálfsögðu mjög gleðilegt en mjög erfitt líka. Það er svona átt að maður sjá hvernig þau höfðu haft það og átt að maður sjá hvað hefði verið í gangi. 200-300 björgunarsveitarmenn að leita af björgunarsveitarmönnum, það var svona af sjokk. Hvernig var að hitta soninn 84 ára? Já, það var þannig þegar maður kom heim til Dalvíkur á náttúrulega sjálfsögðu fór maður beinustu leið heim. Og þegar ég kem inn heima þá var elsti strákurinn okkar Kristinn, þá var hann maður hafði verið í stigunum heima svona satt og var sko glaður að sjá pabba sinn og ég náttúrulega líka mikill svona bandakall. En þegar ég fór til þess og faðma hann, það var svona, já, bara brotnaði ég niður. Grét og svona, já, það var mjög erfitt, en gott. Þið gleymið þess aldrei feðgarnir? Nei, það er klart mál. Það líka tók á að hitta foreldrana. Ég man að því mér einhvern veginn, ekki að nota orðið skammaðist mín, en það var samt leiðilegt og erfitt að koma að þessari aðstöðu. Svona, já, þurfa að ganga gegnum þetta með 2 syni. Þetta fékk mikið á þau, skiljanlega. Hvernig hugsar til Smára og félagana sem fylgdi ykkur? Já, eftir þetta hefur alltaf verið mjög spes tilfinning gagnvart þeim. Ég hef hitt Smára mjög oft gegnum björgunarsveitastarfið og já, þykir mjög væntum þá og hefur afar þakklátur. Ég veit ekki hvernig þetta hefði farið ef þeir hefði ekki komið hana. Þannig að ef við þurft að vera sólarhringir viðbútt eða eitthvað þá veit ég ekki hvernig það endið.